Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hefur fellt úr gildi ákvörðun heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur frá febrúar fyrr á þessu ári að samþykkja að veita skotveiðifélagi Reykjavíkur og nágrennis starfsleyfi fyrir skotvelli á Álfsnesi. Og þetta ansi mikill sigur fyrir íbúa sem risu upp gegn þessum hávaða sem nú hefur verið dæmdur ólöglegur. Og það komin hópur fólks, íbúa og eitt sérfræðingur sem ég leyfi mér að kalla Kollafjarðargengið til þess að ræða þessi mál við mig. Kristbjörn Haraldsson, íbúi, velkomin. Já, takk. Anja Þórdís Karlsdóttir, velkomin. Takk. Og Sigríður Ingólfsdóttir, velkomin. Takk Þið fyrir. eruð öll íbúar sem höfðuð hagsmuni og hafið hagsmuni að gæta. Og svo Ólafur Hjálmarsson, hljóðverkfræðingur, vertu velkomin einnig. Takk fyrir að taka á móti okkur. Áður en við höldum lengra, þá ætla ég að gefa hlustendum og áhorfendum nasaþefinn af því sem íbúar hafa mátt búa við. Við ætlum að spila núna svona cirka mínútu af þessum skotkvellum til að setja ykkur inn í það umhverfi sem að þessu fólki var búið. Já, þetta er hansi sláandi, Ólafur. Þetta er mikill hávaði, hann óreglulegur. Þetta getur ekki verið gott að búa við svona. Nei, ég vil byrja að þakka þér, Björn, fyrir að taka á móti okkur og til hamingju, Kollafjarðargengi. Þessi úrskurður núna umhverfis- og auðlindanefndar, úrskurðarnefndar, ljósið í myrkrinu. Í staðinn fyrir lagatæknina sem að íbúarnir hafa mátt stöðugt heyra þarna vísað í anda og ákvæði stjórnsýslulaga. Þetta mál var vanreifað af heilbrigðiseftirliti Reykjavíkurborgar. Ég reyndi árið 2007 að koma kurteislegum leiðbeiningum til umhverfisráðuneytis að það vantaði ákvæði svona skotvelli í íslenskt regluverk og reglugerð hávaða sem tók gildi árið seinna. Heilbrigðiseftirlitið vísar til réttaróvissu og að þessar sænsku leiðbeiningar sem ég hef mælt með og hef mælt eftir hafi ekki lagastoð hér á landi. En úrskurðarnefndin, hún segir, heilbrigðiseftirlitið var búið að fá leiðbeiningar frá Umhverfisstofnun að nota sænsku reglurnar við mælingar. Þeir þverskallast við því og vísa í að þær hafi ekki, eins og ég sagði, lagastoð. Þannig að réttaróvissa túlkuð í þágu mengandi starfsemi á kostnað íbúa og þetta rosalega blóðugt. Já. Þetta rosalega blóðugt að horfa upp á þetta og horfa upp á þetta góða fólk þurfa að berjast árum saman. Já. Og ég verð að vekja athygli á því að aðstæður í Kollafirði eru sérstaklega erfiðar með skotsvæði. Þetta stendur á nesi, þarna Álfsnesi. Kollafjörðurinn glerharður vatnsflötur gagnvart hljóðinu og svo skjóta þeir í 8 esjunni sem bergmál frá. Þannig að þetta gerir þetta mjög erfitt fyrir íbúana. Og það mjög blóðugt fyrir mig að ég vann þarna fyrir íbúana og framkvæmdi mælingar 2019 sem við sjáum kannski á eftir. Þar sem ég mæli á útsettustu stöðum. Þarna á strandlengjunni við Kollafjörðin. Þegar út með mengandi starfsemi
þá skoðaðu hvað ástandi verst. Það sem líka erfitt fyrir mig að horfa upp á að heilbrigðiseftirlitið að mæla kolvitlaust og hátt í esjuhlíðum. Og jafnvel við aðstæður sem að voru ekki dæmigerðar. Ég vil kannski bara segja að fyrir þennan fallega laugardag hérna í október 2019 ég stóð þarna á ströndinni, Kollafjarðarströndinni í norðanverðri og var að mæla og þetta var eins og á gamlárskvöld. Það var bara hvellur við hvell. Já. Og það ekki hægt að láta fólk búa við þetta. Nei. En mikill sigur fyrir, getum maður sagt, íbúa lýðræði, bara sem sagt, nei, ekki íbúa lýðræði. Sigur fyrir andóf almennings. Já. Stór sigur. Sko, Sigríður Ingólfsdóttir, hvenær hefst þessi saga? Getur þú sagt okkur það? Þetta hefst í rauninni þegar að Leirdalnum lokað, þá var skotfélag Reykjavíkur var með aðstöðu þar sem var búið að byggja upp og voru búin að vera þar í nokkuð mörg ár. Manstu hvaða ár við erum að tala um hana? Árið 2020 árið 2000 þá ákveðið að loka Leirdalnum sem sagt. Og þá þarf að fara að finna nýtt svæði. Og það búið að hljóma í eyrum okkar til dagsins í dag að það þurfa að finna nýtt svæði. Og það sem gerist þarna árið 2000 það það að Ingibjörg Sólrún þá borgarstjóri og að viðtölum og blaðagreinum frá þessum tíma þá sér maður að hún hefur verið mjög á móti því að fara með skotsvæðin upp á Álfsnes og það verða samræður við Hafnarfjarðarbæ og skotfélögin í Hafnarfirði að þessi starfsemi verði þar. Og það komið svo langt að það farið að skoða kostnaðarhlutdeild borgarinnar í því svæði. En ykkur að hluta vegna og maður áttar sig ekki alveg á hvar liggur allur lobbyismin í þessu. Ingibjörg Sólrún var náttúrulega gífurlega kraftmikill stjórnmálamaður og kraftmikill borgarstjóri en hún kemst ekki lengra með þetta mál vegna þess að skotfélögin eru með alls konar fyrirvara meðal annars að þetta sé svo langt, þetta sé svo mikil fjarlægð og annað þínlíkt nema hvað, að Reykjavíkurborg svæðinu lokað og síðan koma vinnuvélar og taka sundur veginn og út af framkvæmdum og þá rísa skotveiðimenn alltaf upp og þá segir Ingibjörg já þá verða menn bara ganga þangað og þetta í rauninni byrjun og þetta ennþá í gangi einhvern veginn að leita svæði og finna út úr allir mögulegu og ég aðskjótt inn í þetta Sigríður fyrir ekki þannig að með skotsvæði í Hafnarfirði ég fekk það til umsagnar á sínum tíma Hafnarfjörður bara leitaði til okkar og ég sagði ég bara besta sem ég veit sænsku reglurnar og teiknaði upp fyrir þau sem sagt viðbúið helgunarsvæði fyrir svona sem eru 2 kílómetrar í skotsstefnu frá skotsvæðinu og 45 gráðu geiri í hvora átt frá það frá og svo kílómetri til hliðar. Hafnarfjarðarbær fór eftir ráðum okkar og sá að þetta var óráðlegt gagnvart íbúum þannig að því skotsvæði varð ekki á völlunum. Fyrir ekki, ég greip fram fyrir sig. Já, þetta frábært innlegg algjörlega en og síðan sem sagt leggur Reykjavíkurborg í mjög kostnaðarsamar framkvæmdir og það kemur fram þarna í þessu viðtali við Ingibjörgu að taka í burtu allan mengaða jarðveginn sem var þarna en þann dag í dag þá fást ekki það ekki bara hávaðarök sem mæla gegn þessu, það blýmengunin líka. Já, það var mikil blýmengun, mjög mengaður jarðvegur þarna upp í Leirdal og þegar að fara að gera íbúðasvæði byggja, þá þarf að fjarlægja þennan mengaða jarðveg, En þann dag í dag, vita menn ekki hvað var gert við þennan mengaða jarðveg. Einhvers staðar kom fram að hann væri í gámum við Hafnarfjarðarhöfn, og svo það enginn sem fylgir því eftir frekar en mörg öðru. Nema það síðan sem sagt ákveðið að þetta verða Álfsnesi og greinilega borgarstjóri fær ekki rönd við reist síðan auglýst skotveiðimót þarna á vegum skotfélagana
þáverandi heilbrigðiseftirlit var með hljóðmælingar og gaf ekki leyfi fyrir þessu móti. Þetta sennilega kringum 2004. Nú söguna síðan þekkjum við og það aftur og aftur sem að skipulagssvið borgarinnar meðal annars árið 2021 þá kemur umsögn frá skipulagssviði Reykjavíkurborgar að þá að gefa út nýtt starfsleyfi og þeir eru mjög harðorðir í því að þetta verði hámark í 2 ár og það verði að finna nýja staðsetningu fyrir þetta. Þessi mikill mengunarvaldir. Nú við kærum það og við erum náttúrulega búin að kæra alveg hreint endalaust alveg síðan árið 2021 sko. Ég ætla kannski að leyfa ykkur, Kristbjörn og Anja Þórdís Karlsdóttir að fara yfir þessa sögu, þessa kærusögu, þetta er langur tími. Bara byrjum að þér fyrst svona viðbröðin við úrskurðinum. Varstu vongóður eða? Fyrir þennan úrskurð? Já. Nei, þetta tók langan tíma að vinna í þessu en ég sé það eftir á þegar ég sé úrskurðina að þetta er mjög mikil vinna sem við lögðum í þetta. Vandaður úrskurður. Vandaður úrskurður, Ítarlegur. Já. Og ég er alltaf svo hissa á þessu kerfi að sko það er ekki verið að hugsa íbúana. Það er einhverja aðra hagsmuni þarna baku, það er bara alveg örugt. Hvaða hagsmunir? Segðu það á mannamáli uppátt. Það er þetta bara einhverju innan kerfisins sem að ráða og geta stjórna þessum ákvörðunum sem eru teknar í samt að sko láta þetta ganga umfram sko lýðheilsu íbúana. Það er bara svoleiðis. Og ég held að það sé bara gamalt klíkursamfélag. Já, það getur verið. Ég er alltaf að vonast til þess að þegar kemur yngra fólk í að ráða og stjórna að það verði ekki svona tengt þessu. Það bara að líta á reglurnar og til dæmis þetta neita að fara eftir sko tilmælum umhverfisstofnunar. Þeir skildu við til þess að kemur bara fram í úrskurðinum. Já. En sko lögfræðingar að þeir segja að þetta sé íþyngjandi fyrir félögi. Já, þannig að sérhagsmunir fárra hafi trompað almannahagsmuni. Já, það er ekkert annað þarna bakvið. Það ég held ekki. Það fyrir ekki að slá skjótin, það er ábyrrandi í úrskurðinum. Heilbrigðiseftirlitið er svo nálægt rekstraraðila þessa skottsvæðis að þeir telja ekki ástæðu til að koma með neinar athugasemdir til úrskurðarnefndarinnar. Nei, svara þess ekki. Bara heilbrigðiseftirlitið er þeirra málsvari. Já. Það er svolítið sláandi. Já. Þannig að þannig að sem sagt varðhundurinn sem ætti að gelta, hann gerir það ekki. Nei. Þetta er bara sko, ég veit það ekki og sko við flytjum þetta 2018 og þá var okkur sagt að þetta hætti 2020 og fólk er kannski að tala að þeir sem segðu mér hvar þú býrð. Á Stekk, það er undir Esjunni, það eru 2 hús það skriða á Stekkur sko. Já. Og hann fór í mál held í 2013 eigandinn að skriðu ég held hann að fyrir máli við skotfélögin og tapaði því og þeir fór í mál við hann á móti þá ég held ég fyrir rétt með það sko. Hvað er húsið ykkar langt frá verðlinu? 2 kilometra. Okkar hús frá skriðu. Frá skriðu, svona 50 metra. Nágranna húsið. Já, frá skottsvæðinu meinar. Frá skottsvæðinu. Það er 2 kilometra, svona rétt rúma 2. Já. Og hefur það oltið mikið á veðri og skilur þeim? Já, sko, það er aðalega það að þegar er gott veður til útiveru, þá koma alltaf, ég skil það alveg, þá vilja mann æfir það að skjóta. Og þá er bara ekki nokkuð friður. Þá kemur heim kannski 4:30, eftir svona hálftíma byrjað að skjóta. Laugadaga, þeir eru bara ónýtir ef það er gott veður. Frá hvaða tíma á morgnana og hver lengi fram eftir því? Frá 10 til 3 eða 4 laugardögum og frá ég held að sé alla daga 10 til sko 19 á mánudögum og miðvikudögum og 30 og 50 til 21. Þetta er allt og langur tími. Og telur þið mæla fyrir munn langflestra þegar þú segir að þetta hafi verið mjög íþyngjandi, algjörlega óþólandi áreiti? Já, og sko bara, það er bara með svo marga svona hluti að fólk bara gefst upp. Já. Og allavega vildi ég ekki gefast upp fyrir hann að ég geti sagt við sjálfa mig og reynt það sem ég gat. Já. Og þetta er líka bara, það er svo mikið svona bara hálfgett svona hræðslu samfélag ef þú ert að sko viðbrögð annara við þessu sko. Já. Sem að mæla gegn manni sjálfum í rauninni sko. Já.
en maður verður bara að þola það er bara... Þú verður að standa með sjálfu þér. Já, ef maður gerir það ekki í þessu þá er það bara í mörgu öðru líka sem maður gugnar. Já, heldur að fasteignaverðið ykkar hafi hækkað við þennan úrskurð? Ég veit það ekki, en það verður ekki byggt upp á þessu svæði fyrir að það verður farið. Ég er alveg með það á hreinu. Það er fyrir neðan veginn mjög gott byggingarsvæði. Þetta er engum í huga byggja þetta meðan þetta er í gangi. Nei, mitt. Það er bara alveg örugt. Anja Þórdís, hver voru svona fyrstu viðbröðin þegar þú fékkst að vita hver úrskurðurinn væri? Já, ég var náttúrulega bara alveg glöð bara. Erstu hissa? Ég var líka hissa, já. Ég var orðin líka af því að það var svo langur tími sem við vorum að kæra og niðurstöðu kom svo, 6 mánuðir eitthvað og ég var orðin svolítið efins að það fer í þessu átt, sko. Já, og þegar last úrskurðinn, var þá eitthvað sem að þið grunaði að væri ekki þarna, vantaði eitthvað, eða hvernig fannst þér? Mér finnst þetta vandaðilega ekki, þetta kom eiginlega óvart hversu mikið var inn í þessu, sem eiginlega undirstrika það sem við vorum að berjast fyrir öll þessi ár. Ekki bara hávaðamál, heldur líka tekin aðeins inn á það líka aðra þætti sem í aðalskipulag sem heilbrigðiseftirlit hefur ekki tekið tillit til í útgáfu starfsleyfisins og það meðal annars umhverfismál, vandi vatnslot og greinagerð og þess áttar sem ætti að koma fram og ég var eiginlega hissa það fyrir ég las þetta að það var allt tekin fram að það vanda upp á mjög mikið, ekki bara hávaðamælinga. Bara svo ég segi það frá eigin brjósti, það kom mér líka svolítið óvart af því að maður hefur nú áratugi fjallað svona úrskurði og lesið á. Það kom mér einmitt óvart hvað hann ítarlegur og maður getur ekki annað en hugsað, sko þetta er nú ekki sterkasti þrýstihópur í heimi. Þið þarna nokkrir enga hagsmuni. Nokkrir andósmenn, en það er eins og að nefndin hafi litið á þetta mál sem ansi stórt mál, verið afla sér allra gagna sem hægt var að afla og manni hefur svona dottið í hug hvort þetta slá einhvern fordæmisgefandi tón. Já, maður vona það, virkilega sko. Það er svona náttúrulega bæði aðri skotsvæði á Íslandi en líka hvernig heilbrigðiseftirlit Reykjavík hefur unnið það mörg mál sem við höfum lesið í fréttum undanfarin. Hvað er á því að heilbrigðiseftirlit Reykjavík? Já. Er þar allt í bara... Sko, ég var á íbúðarfundi við Kjalarnesi, þá kom ný ráðinn forstjóri heilbrigðiseftirlits á fund þarna, þá voru þeir að ræða umhverfismál og hvort það var ekki að hreinsa úr girðingum og svona rusl, sko. Þá segir hann svona, svo að fólk að kvartna undan nokkrum svona puff, kvellum, svona puff, sagður. Þetta er yfirmaður heilbrigðiseftirlits. Svona puff, kvellum. Er það ekki að grínast? Ef ég má aðskjóta inn í, það sem ég held að vanti fyrst og fremst í heilbrigðiseftirlitinu er hljóðmenntun innandyra. Ég veit ekki nokkuð sem hljóðverkfræði próf eða nokkuð hljóðpróf þarna inni. Og ég segi oft sá er ekki heimskur sem spyr heldur sá sem þykist vita. Og það eru starfandi verkfræðistofur á markaði sem eru með þessa menntun innandyra þannig að þið getur leitað sér ráða. Það sem ég langar að segja þennan úrskurð er að ég er heimilifandi með hann og veitir mér trú á stjórnkerfið í rauninni. Það sem er svo ljóst í þessu er að þeir líta til anda lagana en ekki einhverja lagatækni til þess að fyrir sérhagsmuni. Og það er mjög mikilvægt vegna þess að regluverk hérna í hljóðmálum er svo langt á eftir Norðurlöndum sem við miðum okkur gjarnan við að þá skiptir máli að menn líti til anda lagana en séu ekki með einhverja lagatækni til þess að brjóta á íbúum. Já. Pétur, tæknimaður, við kannski hugum að því hvort þú getur varpað hérna á skjáin hjá okkur mynd. Ólafur, þú kannski ferð áður en lengra haldið yfir þessa mynd með okkur. Já, sko, takk fyrir að byrta hana þarna og mér hefur þótt að mjög miður að þetta eru mælingar sem ég framkvæmdi fyrir íbúana árið 2019 haustið á góðviðri stegi á laugardegi. Við létum ekkert skotsvæðið vita, menn þarna á skotsvæðinu vita, heldur bara mældum þarna dæmigerðan laugardag. Já. Og ég verð að segja það að við mældum þarna við Norðurströnd Kollafjarðar og mér leið það á meðan ég var að mæla þarna eins og á Gamlaskvöld. Það var bara hvellur við hvell við hvell. Og til þess að fá þessar niðurstöður þarna sem að taflan sýnir, þá
þá þurfti ég í rauninni bara að mæla í 1 mínútu á hverjum stað, sýritandi mælingu, og það var fjöldi hvella innan þess tíma. Og þarna kemur fram, þarna kemur staðsetningin fyrst fram, Móavík, Grummavík og Móaberg í fyrsta dálknum, svo númerið á mælingunni og svo þetta gildi, impúlsgildi eða augnablikshávaði sem að sænsku reglurnar miða við sem við mælum með. Já. Og þið sjáu þarna í Móavík eru 2 mælingar upp á 85 og 86 decibel. Já. Í dálkonum fyrir aftan eru mörkin sem að Svíarnir miða við, fyrir íbúabyggð, neðri og efri mörk og útivistarsvæði hins vegar. Jafnvel þó við miðum við rýmstu mörkin þarna, efri mörk fyrir íbúabyggð, þá erum við þarna 15-16 decibelum yfir leyfilegu mörkum. Sem hlutfallslega bara ansi mikið. Ég meina, þetta bara himinhrópandi hátt yfir. Já. Þetta bara algjörlega ólíðandi umhverfi. Já. Það bara þannig. Já. Við Krummavík heldur lægra 81 og 84 og svo við Móaberg, Heilsáshúsið, var þetta svona efri mælingin yfir mörkum, en sá seinni náðu ekki hvellir inn og þá ekki nema 60 decibel þarna. En það sem mér hefur þótt erfitt með að sitja undir, heilbrigðiseftirlitið hefur íbúarnir lögðu fram þessu gögn. Það kemur nafn fyrirtækið sem ís fram þarna. Ég heyri alls konar baktal og níð þessa vinnu mína og heilbrigðiseftirlitið hefur aldrei fyrir því að spyrja. Og það þótti mér mjög veður. Það bara svoleiðis. Já. Og núna, ég má kannski segja það líka að skotfélagið hafði samband við mig ekki alls fyrir löngu og bað mig að fara í eftirlitsmælingar, þannig að þeir virtust og hafa trú á mér. Ég sagði þeim hins vegar að ég hefði þegar mælt fyrir íbúa og væri í ráðgjöf fyrir þá, þannig að ég væri vanhæfur. Þannig að þeir fóru með þá vinnu eitthvað annað. Og það má kannski koma inn núna bara eftir, þú varst Ólafur að nefna að þessi skrítið að heilbrigðiseftirlit hefur ekki leita aðra ráðgjafa og það kom daginn til okkur mælamaður sem frá verkfræðistofur, man ekki nafnið Brekkustrand var það ekki? Já, einmitt, já, og virtist vera í einhverju eftirlitsmælingar gerð og ég kannski ætti Kristi að segja frekar frá, hann var heima á þegar þessi mælingar fóru fram. Já. Og þetta eitt svona dæmi sem eins og við erum svolítið hrædd núna hvernig það mun fara þú lýsa þessu kannski. Hann sagðist að gera eftirlitsmælingar fyrir heilbrigðiseftirlitið í gegnum Eflu reyndar og ég ákveð nú bara að setjast niður og hlusta á þessar mælingar og eftir svona 20 mínútur segist að hann búinn og ég kannski greindi 1-2 litla svona bara eins og var einhver að tala svolítið langt frá mig Þetta voru hvellinir sem að melda, hann sagði að það eru 20 decibel og þeir eru upptökunar á þess. Já. Og hvernig, og ég sendi honum post og sendi honum upptökur af því sem við höfum tekið upp bara. Og hvernig geti staðið þess að hann sagði að það væri erfitt að útskýra þetta geti verið alls konar aðstæður sem að gerðu þetta þarna bara ekki verið að skjóta á þeim stöðum sem þeir eru að nota venjulega. Og við sendum líka á heilbrigðiseftirlit postur og báðum útskýring á því hvað heilbrigðiseftirlit að mæla af því að við erum mjög greinilegt að herist ekki þetta er ekki fyrstu skipti að við höfum verið vistætt að einhverju mælinga og það herist ekkert og það er eitthvað skjótið hérna en við veitum ekki hvort það liggbussu eða hvað og svo fáum við ekkert einu svona svar frá heilbrigðiseftirlit hvað mælinga þetta, hvað áætluð við það og við mótmæltum þessu sendum heilbrigð og þessu svöru það er spurning það gæti verið að þetta væri á vegum skotfélagsins þetta var skotfélag Reykjavíkur nei, hann sagði að Efla væri að vinna fyrir heilbrigðiseftirlit og Efla fengi hann til að mæla þetta Já, af því að þeir varu hinum yfir borðið. Já, en þetta var talað skotfélagi. Ef að þú væri með veitingastað og væri vond lykt á honum og myndi kvartarlega heilbrigðiseftirlitsins, heldur að kæmi ekki einhver að skoða það? Jú. Já, það hefur enginn komið hinn til okkar til að hlusta á þessa hvelli, aldrei. Sigríður, þegar maður ákveður að fara í grípa til varna og fara í stríði við kerfið sem ekki að standa sig sem skyldi. Nú hlæja þau sem eru með mér í Kollafjarðar í tinginu vegna þess að ég er rauninni búin að vera í þessu síðan árið 2020. 2020? Já. Hver hefur verið lengur en hver?
Þú ert búin að... Sigga búin að vera lengur. Við fluttum 2018, þannig að við erum búin að vera 6 ár. Ég er búin að hafa lengstu þolinmæðina og endalausustu þolinmæðina. Já, labbaðu aðeins yfir það, svona farðu aðeins í mannlega þáttinn með okkur. Hvað hefur þetta kostað? Hvernig hefur þið liðið á meðan hérna á þessu vafstri hefur staðið, þessar baráttu hefur staðið? Hvað heldur þú sért búin að setja marga vinnustundir í þetta? Hvað ertu búin að skrifa mörg bréf? Hvað ertu búin að hafið þið verið að hittast reglulega upp á síðkastið eða labba það eins í gegnum það með okkur? Svona hvað orku þetta útheimtir? Sko í dag þegar þessi frábæri úrskurður komin sem að ég efaðist aldrei að yrði okkar hag, öfugt við hérna Krissa og Anju, ég búin að vera sko staðföst í því að nú kæmi þessi úrskurður en úrskurðarnefndin svo sem búin að taka sér 7 mánuði til að vinna þetta og núna þegar maður fyrir að lesa úrskurðin þá hérna hefur maður fullan skilning á því en það sem að mér finnst líka merkilegt það að úrskurðarnefndin þegar hún að úrskurða þá yfirleitt 3 sko sem að í loka niðurstöðinni núna voru það 5 og það er mjög sjaldgæft og það yfirleitt bara í svona stæðstu málum en þessi áhrif af þessu náttúrulega bara þannig að maður að eyða alveg ótrúlegum tíma þú veist ég ekki lögfræðingur en ég að verða sérfræðingur í skipulagslögum, vopnalögum óumbeðið og maður búin að grafa onni hvert einasta litla atriði sko vegna þess að heilbrigðiseftirliti og frá Reykjavíkurborg þeir einhvern veginn gera þetta svo snúið og það ekki einhvern veginn það svo erfitt að sko svara því, erfitt að koma á móti þannig að maður þarf bara að ná í sko akkurat réttu lögin til að stinga á allt þetta það eru svona 40 blaðsíður í hver skipti sem að maður gerir eitthvað og fyrst þetta í rauninni athugasemdir við útgáfu starfsleyfisins og það með tímamörkum það núna í eitt skipti þá í síðasta starfsleyfi sem að var tekið tillit til athugasemda og það var að því að athugasemdin kom frá Vegagerðinni það ekki hlustað á athugasemdir íbúa svo, þú veist, þetta svo óendanlega mörg sko skref að ég ætla ekki að fara að telja þau upp núna en þetta verður náttúrulega til þess að hérna frítíminn algjörlega frítíminn gæðastundirnar sem ég hefði vilja hafa með dóttur minni sem núna flutt til útlanda veist, þær eru hér, þær eru hérna í þessu og fyrir utan það þá hefur þetta svona mikil andleg áhrif vegna þess að maður finnur að maður að berjast við eitthvað ósýnilegt stress það náttúrulega bara alveg það rosalega mikið andlegt álag Beiskja þegar illa gengur? Nei, það ekki hjá mér sko hjá mér yfirleitt bara þolinmæði og brettu bermarna aðeins meira og betur og fara betur onni í málin og þú mistir aldrei vonina? Nei En tíminn sem hefur farið í þetta getur reynt að áætla vinnustundar sem að baki eru? Ég get ekki áætla það, Björn. Það svo gífurlegur tími. Gífurlegur tími og þetta svo í mínum huga sko mjög leiðileg vinna. Ég meira fyrir að vinna líkamlega vinnu og vera úti að moka skurði eða slá grasið á lóðinu minni eða setja niður blóm sko eða eitthvað þannig. En þetta að sitja við tölvunni og finna finna öll þessi lög hringja í skipulags hvað heitir það hjá ríkinu? Skipulagsstofnun. Já, skipulagsstofnun, fá leiðbeiningar þar, fá leiðbeiningar hér, fá leiðbeiningar út allt. Senda e-mail á hinar ýmsu stofnanir og það sem að svona situr í mér svolítið mikið sem að mér finnst miður það að við fórum ég og annar sem að var mjög sterkur í þessu upphafi sem að þarna á svæðinu fórum og fengum fund hjá Landvernd og vildum fá þeirra sko stuðning í þessu máli og
fórum og áttum klukkutímafund en svo kemur en það þýðir ekki að eiga við skotæðum en þeir eru svo sterkir allstaðar. Nú. Og þetta ég búin að hafa einhvern veginn í bakpokanum með mér í gegnum allt þetta ferli og var síðan að vonast til að Landvernd myndi sem sagt setja inn athugasemd þarna þegar þetta auglýst. Mér til mikilla vonbrigða gerðu þeir það ekki. Ég mikil náttúruverndarmanneskja og búin að vera landvörður og dittin og dattin í fjölda mörg ár. Og mér finnst vont þegar að maður óskar eftir svona aðstoð sko. Að það kom ekki. Það urðu mér mikil vonbrigði en þá bara að bretta aðeins betur upp ermarnar, eyða aðeins meiri tíma, setja pínlítið bros, hafa vonum það að þetta gangi og þetta hafist fyrir rest eins og það að gerast núna. Og ég náttúrulega með þrjóskari manneskjum og þolinmæðin alveg stundum sko. En ég sé líka í fullt af öðrum málum sem að snúa að umhverfinu. Og því sem að verið að gera hérna hjá borginni. Það fer á stað en þolinmæðin sko brestur og menn halda ekki áfram og vita ekki hvert að leita. Nei. Ég átti mig á því að þrjóskan hefur verið burðarbiti í þessari baráttu og bara vel gert þótt þetta sé náttúrulega ömurlegt hvað þetta hefur tekið mikinn tíma og verið ykkur erfitt en mér þykir svolítið vænt þetta mála því að þetta svona litli maðurinn, litla konan að rísa upp gegn einhverjum öflum og hefur betur sko Ólafur hefur kennt mér það að því að hann hefur komið hérna áður til þess að ræða hávaða og hljóð. Hann hefur kennt mér það að viðhorf til hljóðmengunar skiptir miklu. Og það líka sko hvort hljóðmengunin fyrirsjáanlega eða ekki. Ef hann algjörlega svona random eins og maður sletti tilfallan eða maður veit ekkert hvað gerist næst. Þá hefur það mjög vond áhrif á okkur. Hefur þetta ekki einmitt verið sko? Jú, þetta náttúrulega ég búin að vinna í vinnuflokkum við sofið í skúrum þessari rafstöður í gangi og ég alls konar háa það og mikið háa það. Þetta sko ég get ekki sætt með þennan háa ég bara næði ekki þetta svo óvænt þú veist aldrei hvernig næstu hvernig það getur komið 10 kannski 1 og svo 5 mínútur og svo komið 20 aðrir og kemur svona kvíði maður býður og býð bara eftir því þegar ég kæra heim á daginn þá ég farin að býða eftir því sko. Svoleiðis sláandi þetta bara en sko sem betur fyrr þá held ég að viðhorfi sko það fyrir að skilja meira hvers virði þessi fríður ekki bara, og þetta náttúrulega snertir ekki bara okkur það eru skotsæðum all land og alls konar hávæðar starfsemi og það bara eins og var að fást fyrir nokkrum árum þá var kæligræjur við eitthvað íbúðarhús það komið fréttunum þau geta ekki sofið í húsinu en það var þetta endaði í einhverju sjálfheldu held ég sko en bara sko og ég bara búin að heyra það sem Ólafur sagði hérna held ég síðast að bara með þroska og smábörnum og annað að háa þér þetta sko miklu meira heldur en menn halda graf alvarlega áhrif og vera að byggja eitthvað þar sem er ekki sko almennileg hljóðvist og svona sko þetta var vara við þessu ég hlustaði einhvern útvarpsþátt held ég að hafa lagnir 1920 Reykjavík hann var að einmitt að tala birtuskilyrði og háa það og það búið að vara við þessu oft í gegnum áratugina að reyna að skapa almennilega lífsskilyrði fyrir fólk en þetta ekki verið að gera í dag það er samt að koma vakning það er að vera að breyta reglugerðum kringum þetta og allavega og nú er verið að koma ný reglugerðum háa það og ekki bara í þessu það er bara almennt eða ekki með flugvelli og allt þetta vindmyllurnar akstursíþróttasvæðin og þetta er bara og sko það er alveg sama hvað fólk sko hvaða lífsgæði og hefur ekki sko getur ekki notið þess að vera í kyrrð einhvers staðar þú missir bara öllu þannig laga þú nærið ekki rósend sko.
Anja, vilt þú stíga eitthvað frekar inn í þetta? Já, ég nú eiginlega svona á sama nótum á Krissi sko, þetta alveg, veist, ég líka þegar ég kem heim þá ekki alltaf að hugsa, sérstaklega þegar gott veður þá ekki oft líka bara að hugsa, ég nenni ekki eins og fara í göngutúr, það svo fallegt svæði sem við erum að búa á í Kollafjörðinni og ég nenni ekki eins og fara í göngutúr af því þegar á meðan þessi skotkvelli stendur yfir það bara ekki hægt að njóta þess, ekki neitt og það svona mjög alvarlegt alveg þessi hávaða mengun bara á ekki vera sko. Það það. Og það líka það, veist, að maður núna búin að berjast svo lengi í þessu og skilur ekkert af hverju heilbrigðiseftirlit tekur ekkert á þessu máli og af hverju, veist, þetta á þetta að vera svona veist, og það ekki lusta á okkur og það sem ég svo glöð með þessi niðurstöðu á úrskurður að loks búin að fá úrskurðað það, það rétt hjá okkur, það ekki í lagi og höldum nú áfram sko, þetta svona Ég ætla að reyna að fá þá hjá heilbrigðiseftirlitinu til þess að koma hérna í vikunni og bregðast við. Það hefur reyndar ekki gengið, hefur ekki gengið mjög vel í seinni tíð ofta að fá embættismenn til þess að sýna andlit sitt í þáttum eins og þessum. Mest af því sem þau sett út á staðfest í þessu hérna. Það þetta að vísa til samsagt. Bara eins og með allar okkar athugasemdir, þær eru bara staðfestar hér. Já. En hvað gerist núna? Við verðum að fara að slíta talinu en það búið að vera mjög áhugavert að fá ykkur í heimsókn og takk fyrir að koma. En hvað gerist núna? Er ekki hægt að snúa við þessum úrskurði? Er ekki hægt að kæra til dómstóla? Sko, ef ég skil úrskurðin rétt að þá verður ekki undan því skorist að heilbrigðiseftirlitið verður að ráðast í þær mælingar sem aðalskipulag gerir ráð fyrir og samkvæmt leiðbeiningum Umhverfisstofnunar verða þeir að mæla samkvæmt sænskum aðferðinni, ekki einhverju vitleysu. Og það getur mögulega gerst að þeir fari í það, en þá legg ég mikla áherslu á eins og ég hef sagt hérna áður. Við erum að tala mikla fjarlægð frá vellinum, 1-2 kílómetra og það skiptir máli að veðuraðstæður séu réttar. Vindur verður að vera áviðurs frá skotsvæði í 8 viðtaka en ekki einhvers tíma þegar mótvindur eða norðanátt, það væri ekki sniðugt. Og ef ég má kannski, að ég veit ekki hvort ég komist að aftur, en það sem mig langar að segja þetta, þessi úrskurðarnefndarinnar tímamótaverk og ég þakka fyrir hann. Og það víða réttaróvissa og ég á núna vona því að fleiri sem hafa kynnt sér þennan dóm fara að líta til háværu byggðarinnar Reykjavík sem byggð ofan í stofnbrautunum. Það sem 75 desibela hávaði eins og í norður mjótt núna en hæst leyfir reglugerð hávaða 65. Þannig að ég býð bara eftir að baráttu fólk eins og Kollafjarðargengi komi í þetta húsnæði og það verði hóp málsókn á hendur Reykjavíkurborgar fyrir þetta fúsk. Já. Ég á bara vona því. Við bara auglýsum, ef þú ert þarna að horfa að hlusta, bara auglýsum eftir því að Rauðaborðið alltaf opið fyrir fólk sem leitar að réttlæti. Takk fyrir þetta, Ólafur. Takk. En mér langar svona kannski lokin aðeins Sigríður að fá fyrsta lagi svar við því skotköllunum lokið frá með þessum úrskurði datt þá niður? Já, í rauninni sko lætur heilbrigðiseftirlitið skotfélagið vita úrskurðinn og það sé bara lokað og það gert eiginlega bara leið og úrskurðinni kemur. Já, þannig að þið hafi fengið nasa þeifuna friðinum sem vonandi Já, en það var náttúrulega einhver hérna þarna í skotrein sem vildi endilega ögra okkur aðeins held ég þarna á laugardagsmorguninn og aðeins að skjóta en hringdu ekki bara á löguna? Nei svona tvístígu aðeins og býða en ég ætlaði að koma því að hérna í sambandi hávaðamælingarnar og allt það þetta eru byssuskot þetta ekki eitthvað venjulegur hávaði þetta eru drafstæki og það það sem að ég þoli mjög illa. Já, það kemur svona sem aukafaktor ofan á allt hitt hjá þér. Já, þetta eru drafstæki. Þú veist, þótt svo að vera ykkur höggbor þarna einhvers staðar, þú veist, þá það öðruvísi. Þetta það komið aftur þessu með viðþorfið. Já, kemur viðþorfið skiptir, já. En varandi og svo þegar að hér áður, þegar að var verið að stjóta sko fyrir utan opnunatíma, þá fór maður að spyrja sjálfan sig sko og þá byggðist upp kvíði
að því við erum úti í mikil náttúru og það er mikið af skurðum og alls konar þarna í kring. Eru einhverjir að skjóta hérna í skurðunum? Er þetta héðan eða er þetta þaðan og hvaðan koma þessi byssukvellir? Og þetta hefur byggt upp minn kvíða. En sko ég held að þessu sé endanlega lokið á Álfsnesi. Og ég vil bara trúa því og úrskurðurinn fer svo djúpt ofan í marga hluti. Það er alveg 10 önnur atriði sem að væri hægt að taka þarna til. En hins vegar var hæstaréttardómur hérna árið 2010. Þá var það íbúasamtök Kjalarness og íbúið þarna á Skriðu sem að fara í mál við skotfélögin. Þá er Reykjavíkurborg sett til hliðar sko af dómstólum að þeir séu ekki aðili máls. Íbúasamtökin tapa þessu máli illilega og þurfa að borga verulegar upphæðir í málskostnað og í framhald af því selur maðurinn húsið, það var mikið sem þurfti að borga og þess vegna höfum við alltaf litið á, við erum ekki að fara í mál við skotfélögin sjálf, það eru eftirlitsaðilarnir og þeir sem veita leyfið og mér langar nú að því ég er ekki vissum að koma stað hérna aftur. Mér langar bara að segja það, sko ég vil skotveða mönnum í rauninni bara ekkert nema það að þeir geti æft sig á góðu svæði þar sem að þeir eru allir eru í sátt við náttúrun og annað þvíumlíkt og að það sé fundinn þessi staður og það getur verið mörg félög hérna á höfuðborgarsvæðinu sem taki sér saman þannig að sé hægt að byggja upp eitt gott skotæfingarsvæði. Góð hugmynd. Ég er búin að setja þessa hugmynd nokkra sinnum fram við borgarfulltrúa og þetta er svona svipað og var gert í Bláfjöllum á sínum tíma þegar að hérna skíðasvæðin voru saminuð. Og bara gangið vel. Þannig að þú farið eiga að loka orðin hjá okkur. Já, ég ætla að taka undir það sem Sigga búin að segja bara, þú veist, og líka borgarstjórum kom eiginlega líka búin að setja þetta eiginlega á stað. Það átti að búa til íþróttasvæði svona miðstöð fyrir skotíþrótta. Þannig að þetta er bara frábært. Ég fyrir mínu hönd segir baráttan ekki alveg búin. Við erum ekki búin að fá frið vegna þess að það sé önnur svæði sem er beint við hliðina sem er enn með starfsleyfi, bráðabirgðastarfsleyfi hins vegar. Þannig að við þurfum að vera vakkára áfram. Það er bara það sem ég segir, ég tel við erum ekki alveg búin. Eitt voru í lokin frá þér. Já, það er bara gott að geta komið á framfæri þessu málum því að við höfum reynt að komast í fjölmiðla og það hefur enginn talað við okkur. Þú ert svo eini. Já. Sko, ég er náttúrulega fólki komin sem að sprengdi Laxár stíplu, sko, styrir mjög ásett. Já. Þetta er bara stundur þar fólk að grípa til rótækrar ástafana. Því miður er ekki mikið vettvang hvað sem að venjulegt fólk getur komið stað. Já, ég fagna hópið eins og ykkur. Það er búið að vera mjög lærdómsríkt og gagnlegt að fá ykkur í heimsókn og bara til hamingju Kristbjörn, Anja, Sigríður og Ólafur. Takk fyrir komuna. Takk fyrir og bara takk fyrir Björn að taka og hvetja okkur til að koma og það er okkur mjög mikils virði og svo er skemmtilegt líka að vera með þér hérna í þættin og spyr svo skemmtilegra spurningar. Já, gaman að heyra. Takk sömuleiðis. Takk. Við höldum áfram með rauðaborðið eftir andartak. Kæru hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is